Gott kvöld. Það komið að fréttum hér á Samstöðinni. Við Rauðaborðið góða. Með mér Björn Þorláksson og Sigurjón Magnús. Við ætlum að byrja bara á fréttum af grindvískum börnum. En RÚV sagði frá því í dag að rýming hefði haft djúpstæð áhrif á líðan grindvískra barna og þessu var gerð ítarleg skil núna í kvöldfréttum. En þessi börn sem þurftu að flytja vegna eldsumbrota, þau finna mikið fyrir kvíða og ekki síður líkamlegum kvillum svona í bland við þessa andlegu. Þeim gengur illa að aðlagast í nýja skólanum og þar fram eftir götunum. Já, þetta svona eitt af því sem maður hefur leitt hugana að. Það afdrif barnanna. Þetta hefur ekki verið mikið í umræðinni, það hefur svona mest verið fjallað hina fullorðnu, eðlilega kannski, en það rifjaðist upp þegar ég var að fylgjast með þessu áðan. Ég nú sjálfur svona náttúruhamfarabarn úr Mývatnssveitinni. Við þurftum ekki að flytja þegar eldsumbrotin hófust sem kallast Kröflueldar. Stóð yfir 1975 til 1984 en ég var 10 ára þegar ballið byrjaði og ég man eftir því að það var alltaf verið að æfa flótta og eldgosasvæðið bara örfáa kílómetra frá byggð sérstaklega í Reykjahlíð. Ég var aðeins sunnar. Og það sem ég man mest eftir var það að þetta var svona einkamál okkar barnanna að hafa þessar áhyggjur. Vegna þess að hinir fullorðnu þeir héldu okkur liði betur ef þau myndu aldrei ræða við okkur hina miklu ógn. En við hefðum kosið miklu meiri umræðu og ég hef fylgst af sérstökum áhuga með þessu máli í Grindavík vegna þess að nú eru breyttir tímar og nú þrátt fyrir að þetta séu ömurlega niðurstöður sem þarna að mælast þá sýnist manni samt sem að það sé hugað miklu betur að börnum á svona svæði þar sem að hreinlega dauðinn gæti verið við næsta fótmál því þannig var þetta náttúrulega í Grindavík. Já, það þarf að vinna þetta með börnunum, það er að vinna úr þessu. Þetta er bara mun svo miklu sem að hvað þeim líður tilfengilega verð heldur en áveru börnum. Og þegar bætist ofan eins og þú nefnir flutningarnir og allt það sem fylgir því kannski ofan á sálræn áföll. Já, og það er svona þau sem með menntavísindasvið Háskóla Íslands rannsakaði þetta og kveikjan að þessari umfjöllun og RÚV. Þau tala nú samt svona það að það er ekki alveg á hreinu hvort að áhrifin á börnin, grindvísku börnin stafi hreinlega því að koma bara inn í nýtt umhverfi eða að hafa þurft að flýja heimilin vegna hamfara. Þannig að þetta einhvern veginn svona, það er kannski ekki alveg hægt að greina það milli en þetta raskið. Fólki bjuggu við þessa miklu jarðskjálfta áður og það þegar að bærið var rýmdur á föstudagskvöldi þá voru eiginlega allir farnir. Það þurfti ekkert að segja fólkinu að fara, þetta var svo mikið. Það er bara auðvitað hefur tatt mikil áhrif á börnin. Já, og það er annað sem kemur fram í þessari rannsókn að það auðvitað helst kannski hendur að ungmenni sem voru fluttu þegar þau voru þá aðeins yngri og hafa fundið fyrir þessu kvíða og höfuðverkjum og svona deburð og þvíum líku. Þau eru svolítið líklegri til þess að neita áfengis eða fíkniefna og í raun líklegri heldur en jafnaldra sínir sem hafa ekki viðbæða reynslu. Mögulega að sefa, ótta eða kvíða einmitt. Þannig að þetta hefur fjölþætt áhrif og það hefur áhrif á fólk að vera á flótta og þess vegna tók ég stærsta fréttin í Bretlandi í dag, hún er þetta er bara live umfjöllun þarna á BBC, hún er í gangi núna þar sem að þingið er hreinlega bara að rífast þetta en
nú stendur til að breyta lögum og herða útlendingalög í Bretlandi umtalsvert og þar á meðal verður svona ákveð miskunnarleysi að senda fólk, brottvísa fólki og senda það í burtu, hafi það ekki, þykja það ekki líklegt til þess að fá úrlausn sinna mála. Þau sem að kannski fá stöðu flóttamanns í Bretlandi verði þetta að lögum. Þau geta þurft að bíða eftir því 20 ár að fá svona bara hérna almennu réttindi borgara og þetta mér finnst þetta svolítið áhugavert svona í samhengi við RÚV-fréttina þar sem við erum að tala um grindvísk börn sem að miðað við kannski börn frá Palestínu eða börn frá Súdan eða fluttu ekkert voðalega langt en það hægt að greina þessi djúpstæðu áhrif á þeim á svona stuttum tíma og þá ímynda maður sér hvað í ósköpunum erum við að gera hérna á Vesturlöndum með því að koma svona fram við börn. Þetta svona Hinn dæmigerðu við og hinnir, það ekki aðgreiningin? Jú, þetta nefnilega svolítið þannig. Og ég hafði hérna með að því að við höfum mikið talað um fangabúðir fyrir börn og þetta grein af Vísi eftir Arndísu Önnu Kristínudóttur Gunnarsdóttur sem að lögmann sem að kemur hérna oft í heimsókn til okkar en hún talar um að allt talum og flóttamannakerfi standi við þolmörk sé bara orðræði sem notuð til þess að réttlæta ný og harðari úrræði og fangelsi jafnvel fyrir börn og hún spyr hvers vegna ekki hægt að framfylgja ákvörðunum stjórnvalda að fólk þurfa að fara úr landi og það þykir ekki sína samstarfsvilja en hún segir að umræddir umsækjendur bara hreinlega vegna þess að ákvarðanir útlendingastofnunar þær eru eiginlega óframkvæmilegar svona samkvæmt þjóðarétti. Það rosalega margt sem stangast þarna á og þetta sé því í rauninni algjörlega heimatilbúin vandi. Við séum búin að búa til núna á síðustu árum með örum lagabreitingum sem að taka ekki mið af eldri og fyrirliggjandi lögum og við erum búin að búa í rauninni til þennan flöskuháls og það svona útlendingastofnun sem að stendur einhvern veginn sem svona eiginlega korktappin í sko. Og þetta áhugavert fyrir þá parta. Já, ég var með vikuskammtinn á föstudaginn og þá vorum við með varaþingmann Miðflokksins og svo svona öflugar konur. Mjög góður vikuskammtur. Ég hélt niður í andanum hann á tímabili. Já, það var svona augnablik sko, þar sem að hjóluðu helviti bratti í hann sko. Svo var ég að skoða ummæli við Facebook síðu þess að varaþingmanns Miðflokksins þar sem hann deildi þættinum og það var eitt sem að sagði að við þyrftum að fyrirgefa þeim því þær væru ekki með heila. Þessar konur sem voru á öndverðu meiði í útlendingamálum heldur en Miðflokkurinn alla jafna og ég fór að velta fyrir mér, já, ok hvað er það að vera manneskja? Jú það er að vera með heila en sko hvers virði er manneskja sem er ekki með neitt hjarta? Já, það er einmitt það. Þetta er áhugavert hvernig fólk leyfir sér að tala um andstæðinga sína og ekki beint í anda þáttarins því að hér skildu allir mjög sáttir í lokin og komist nú að því að það var þau ruddu sig og eftir það þau eru búin að reyðja sig og gekk þetta bara í friði sko. Já, ég myndi segja það og það er svo áhugavert einmitt og kom fram að það eru þetta miklu meira sem að saminur okkur heldur en sundrar og í staðin fyrir að vera alltaf að einblína á þetta að þessi hópur sé svo vondur eða þessi sé svo hættulegur og við ættum kannski bara svona að saminast það sem að við eigum þó sameiginlegt og kannski bara láta það vera að leiða saman ólíka póla í umræðinni og leiða fólki að takast á frekar en að allir séu í sínum helli sko. Hann töldi að fá fjöltefli einnum út öllum. Hann? Já, það má kannski segja það en það er ekki sagt hann bara bað það, hann óskaði þess. Já, en í talandi samskiptamiðla þá lögðu framsóknarmenn fram, hafa í hyggju að leggja fram þingsályktunar tillögu að hækka
aldurstakmark á samfélagsmiðlum og það verði þá úr þessu sem að hefðbundi 13 ári, ég held að það séu reglur miðlana sjálfra, upp í 15 ári eins og hefur verið gert á Norðurlöndunum. Og þetta, ég veit ekki, hefur þetta eitthvað að segja? Horfðu þið aldrei á bannaða myndir? Nei, jú, eitthvað. En svo til foreldra sem að stofna aðgang fyrir börnin og breyta, fæðingarárinu. Já, ég man eftir því þegar ég fekk ekki að horfa á einhvern vestra í sjónvarpinu á föstudagskvöldi með John Wayne af því að ég var að spila á tónleikum daginn eftir og ég þurfti að vakna snemma, ég þurfti að vera vel stendur, ég var alveg brjálaður, og svo ekki neitt og svo reyður en munurinn á vestranum bíómyndinni sem var bönnuð og við mörg fórum á að það samt ákveðin fyrirsjáanleiki í því sem verið að sýna. Mikið rétt. En internetið jú algjörlega ófyrirsjáanlegt, þar allt og samfélagsmiðlarnir hafa svo sem ekki verið að sýna á sér betri hliðar svo maður bara segir það sem fullorðin manneskja sem notar það mikið. Ég ætla ekki að hafa stóra skoðun á þessu, hvort að bjargar einhverju að færa aldurstakmarkið upp 2 ár, en ég held að maður þurfa að hafa skoðun á því að foreldrar séu duglegir að fylgjast með og veita aðhald. Þótt það sé leiðilegt, þótt verði leiðilegu foreldrarnir, þá held ég að við getum ekki bara leyft barninu eða unglingunum að vera inn í herbergi með hvað sem Nei, það svona eins og að einhvern tímann heyrði ég samlíkinguna, myndirðu hleypa 9 ára barninu þínu alinu niður í bæ í miðbænum helgar eða skilja það eftir í almenningsgarði eitthvað staðar í útlöndum miðanótt og eða bara seint kvöld án þess að fylgjast með því og og svo þegar tögguð og þú átt vona á hinnu versta af því þú ert orðinn hluti af þessu neti, það geta komið alls konar meiðandi ummæli sem að geta sært barnshjartað og unglingshjartað alveg svöðusári á meðan þau eru ekki hluti af þessu neti þá losnaðu allavega við að hafa áhyggjur að því eitthvað býði þeirra slæmt. En svo eru þau vita alveg opaslega margt líka af því að þau eru duglega að leita þessar upplýsinga og það margt sem gerir þau að betra fólki líka. Já, ég held að það sé alveg flókið. Þetta flókið og ég held að það sé ég bara góður að gjalda vert að reyna að skoða þessi mál og reyna að halda utan börnin. Það var í kvöldfréttunum og RÚV, ég reyndar ekki með skjáskot að því. Þá var talað að höfuðpaurinn og liðsmenn netklíkunar 764 þeir voru handteknir í Bandaríkjunum og það var þarna viðtal við fórnarlamb þeirra, íslensku stúlkuna sem var ofboðslega létt yfir þessu og maður ímyndi sér einmitt að netið hættulegt, hún var ung, hún var á einhvers staðar á bilinu 13 til 16 ára en þá veltum maður líka fyrir sér ættum við ekki kannski bara banna netið til 18 ára væri það ekki einhvers konar svona eða það myndi allavega banna bara almennt eða bara slökk á því bara ekki einhver sambandi væri það kannski það myndi laga ýmislegt Ég var með einhvern viðmælanda daginn, ég bara man ekki hver það var sem var að lýsa því held að það hafi verið læknir sem var að lýsa því að í ungbarnaskoðun dæmi foreldra, þau eru bara nokkra mánuða gömul. Það sem að annað heldur símanum fyrir ofan barnið og barnið í ungbarnaskoðun nokkra mánuða gamalt að horfa á eitthvað efni í símanum. Þetta náttúrulega augljóslega leið til tortímingar. Bara þetta getur ekki gengið. Nei, og það oft verið að tala um þetta út frá svona persónuverndarsjónarmiðum að börn þegar þau verða 18 ára gömul hafi foreldra þeirra í öll árin og undan verið duglegir að setja myndir af þeim og svona persónlega hluti það á internetið þá eigið þau í rauninni persónuvernda kröfu í foreldra sína þannig til þau taka þetta í burtu því að við eigum öll sama réttin alveg saman hvort við erum börn eða fullorðin á persónuvernd en foreldrum ber skylda til þess að vernda börnin sín fyrir öllu og þeirra persónuvernd. Sem fólk gerir mjög mikið þessu svona mjög persónulegar myndir að lýsa fallegum börnum og svona bara. En ef mötunin gengdalaus, ef afþreyingin alltaf í gangi eða fræðslana eða hvað það þá missa börn náttúrulega alveg ótrúlega stóran hluta af möguleikanum að skapa, möguleikanum að íhuga og möguleikanum að láta þeirra eigin drauma rætast.
Já, það alveg rétt. Við þurfum heilun þar smá hvíld og það hefur margsýnt sig að svona dópamín framleiðsla sem verður til við að flétta í gegnum svona stutt myndbönd í símanum, þau hafa gríðarlega áhrif. Þannig að þetta bara, við erum bara öll sammála um það hérna við borðið að þetta var fínt útspil hjá framsóknarmönnum. Við hlökkum til að fylgjast með hvernig þingheimur tekur við. En við vorum að tala um börnin, þá bárust fréttir frá Stuðlum þar sem að forstjóri Gæða- og eftirlitsstofnunar Herdís Gunnarsdóttir, hún svona furðar sig á því að ekki hafi verið tilkynnt ofbeldismál sem að var sagt frá í fréttum hér fyrir helgi, þar sem að ungmenni verði fyrir ofbeldi starfsmanns á Stuðlum. Aðrir virðist fyrir að hafa skvett úr glasi yfir starfsmaðurinn bregst svona illa við og tekur hann kverkataki og barnið vitnar það að hafa óttast líf sitt á einhverjum tímapunkti. Hvers vegna Stuðlar, þessi maður var fyrir helgi en þá að störfum, ekki beint á Stuðlum en svona í þessu kerfi, en hvers vegna Stuðlar hafi ákveðið að svona einhvern veginn ekki tilkynna starfsmannin, það vekur upp spurningar. Og spurningar einmitt svona gæðaeftirlit með börnum og bara svona hvernig, það segir eitthvað samfélög, hvernig við svona höldum utan börn. Já, það vantar svo mikið upp á þetta, það er enn verið að innrétta Gunnarsskóli. Já. Gunnarsskóli. Já, einmitt. Fyrir drengina, og eitthvað svona, hvar þeir á meðan og einhver á Stuðlum og þar búið að náttúrulega gerast hörmulegir atburðir og þetta bara, þetta einhvern veginn það sem að við erum ungmenni sem eru í vanda, það bara, höfum ekkert svona unnið nógu vel í þessu, úrræðin eru bara fá og jafnvel engin. Og þessu tengt þá hafa 4 dauðsföll orðið á 10 dögum, ekki á meðal barna, en ungir einstaklingar, svo yngst held í 22 og þetta eru fíksjúkdómar sem að þarna að tortíma eyðileggja 4 mannslíf íslensk á 10 dögum. Þetta alveg hreint með ólíkindum og þetta svona, og ég held að við séum alls sammála svona sem samfélag að það verði að gerast eitthvað í þessum efnum, en það bara eins og stjórnvöld, þau eru bara alltaf sein til og svona megin áherslan virðist vera á eitthvað svona Evrópusamstarf og hernað. Það einhvern veginn, maður sér peningana þar en einhvern veginn ekki í því sem að skiptir okkur máli. Og þá mæta allir og hafa eitthvað að segja og haldast í hendur og allir var glaðir. Akkurat. En og allt öðru. Það var sagt frá því á RÚV í dag að grunnsamleg mannréttindasamtök, þau keyptu þjónustu af skúffufyrirtæki í miðbænum. En þetta tengist mjög merkilegu máli, undarlegu máli sem ég er búin að vera svolítið vakin og sofin yfir helgina frá því ég hafði fyrst heyrt af því. En Al Jazeera sagði frá því sem þetta í gær að það þetta undarlega og svona dularfulla fyrirtæki svona í svona mannréttindasamtök sem að með svona, hvað heitir þetta, lén, svona hýsingu við Kalkofnsveg og þannig segir RÚV í rauninni frá því hvernig og þetta eiginlega alveg hreint ótrúlegt mál og Sinai fréttirnar, þetta á arabísku en þannig talaði að 180 manns frá Gaza séu strandaglópar í Suður-Afríku. Þau hafi lent í Jóhannesarborg og núna fyrir nokkrum dögum síðan í 2 vélum og það sem hafi vakið furðu var að ekkert þeirra var með tilskilin svona vísa og sum ekki eins og með vegabréf og það fóru einhverjir svona að klóra sér í hausnum yfir því bara hvernig í ósköpunum þetta fólk komst þangað fyrir það fyrsta, hver sleppti þeim og þau virðast hafa flogið frá Ísrael og fóru frá Ramon flugvelli sem með þessum leiguvélum og
einhverjir vildu meina að þetta væri bara eitthvað svona svindl og hérna með mynd hérna vefsíðunni. Þetta eru samtök sem kalla sig Al-Mast Europe og eru með svona rosalega hérna fína vefsíðu og segist hafa tekið þátt í svona stórum og miklum verkefnum, tala jarðskjálfta í Tyrklandi fyrir einhverjum árum og mannúðaraðstoð á Sýrlandi og annað slíkt. Það rosalega lítið að frétta annað af þessari síðu, hérna nema það eru nefndir hérna einhverju 2 einstaklingar sem að svona bera ábyrgð á hérna síðunni. Og ég fór og reyndi að hafa upp á þessum einstaklingum. Þessi fyrri virðist bara hreinlega ekki verið til og hérna tölvan mín vildi greina þetta sem svona AI mynd en sá seinni, hann er til og hérna það sem er áhugavert við það er að þessi maður er sannarlega frá Gaza en ég fann, hann vildi ekki kannast við það að hafa tekið greiðslu af þessu fólki til þess að koma borð í vélina og þá er þetta sem sagt þannig að fólkið á Gaza, það hefur samband við þetta fyrirbæri, þessi mannréttindasamtök greiðir þeim fullt af peningum með því að millifæra í gegnum með einhverjum svona QR-kóða og þetta eru einhvers staðar á bilinu 1.000 og upp í 5.000 bandarískir dollarar og fær fyrir vikið pláss í einhverju flugvél og eitthvað svona tilmæli hvað það skuli gera eins og fólk veit og þá þetta allt harðlokað og læst þannig inn á Gaza og það enginn sem kemst inn og út eða ætti ekki og hefur ekki verið þess vegna vekur þetta upp margar spurningar en þessi maður flugvöllur þar, hvað? Nei, þetta flugvöllurinn í Ísrael, það Ramón flugvöllur í Ísrael, þannig að þau eru flutt frá Ísrael og það hérna að komast þangað. Já, og það sem sko, þessi hérna maður, hann bara íþróttakennari frá Gaza en hann farinn sjálfur og hann talar bara blessa eilífu Gaza og ég ætla aldrei að koma tilbaka og það sem vakti athygli mína við þessa mynd var að ég þekki þetta flugfélag. Þetta rúmenskt flugfélag og ég fór að skoða það eins. Já, Fly Lily. Þetta eru svona leiguvélar, tjartervélar sem að fljúga á milli landa og samkvæmt þeim þá hérna áttu þau viðskipti við ísraelskt fyrirtæki. Ég fann tengsl fyrirtækisins og við mann sem að heitir Tómer Janan Lind og frá Eistlandi og með 2-faldi ríkisfang og hann og samkvæmt þeim upplýsingum sem ég kemst næst þá þessi maður tengdur inn í ísraelsku leyniþjónustuna. Hann hérna svona það var frétt þennan í mann svona sömu uppgötun hann myndir af farþegunum sem voru fastir í vélinni í Suður-Afríku en það svona lítur út fyrir að Ísraelar ætli sér að flytja Palestínufólk frá Gaza hvort sem að alþjóðasamfélagið samþykkir það eða ekki og að þetta séu í rauninni ísraelsk yfirvöld og leyniþjónustan með aðstoð einhverju svona milli verktaka að flytja fólk hreinlega bara í burtu frá heimalandi sínu. Það felst á að ferðast einfaldlega vegna þess að það veikt og búið að vera í sprengjuregni og í miklum hrylling allan þennan tíma en þetta mjög alvarlegt að þetta hérna ef að þetta rétt að þarna sé Ísrael í rauninni að hlutast til og sé að flytja fólk hreppaflutningum án þess að hafa fyrir því nokkurt leyfi. Þetta í rauninni bara partur og hluti af þjóðamorðinu og þeir halda því svo sem áfram. Og þú heldur áfram að djöflast í þessu? Ég ætla að gera það og það það auðvitað ýmislegt í gangi á Gaza
Al Jazeera segir frá því að Hamas hafi í dag hafnað formlega beiðni Trump sem átti að taka fyrir núna á þingi Sameinuðu þjóðanna. Trump, hann hefur svona óskað eftir því að það verði, stjórninni á Gaza, hún verði sett í hendurnar á einhverjum óháðum aðilum svona innan gæsalappa. Þeir fái þar að leiðandi ekki svona að stjórna framtíð sinni sjálf, heldur verði það einhvern veginn í höndum Vesturlanda. Hamas höfnuðu þessu með öllu áður en að þetta tekið fyrir á þinginu. Það átti að taka þetta fyrir bara núna í dag, var ekki komið fyrir fréttir. Þannig að maður velti fyrir sér hvað geti gerst í kjölfarið. Trump er nú yfirleitt ekki mjög glaður ef honum er mótmælt og hvort að hann eigi þá enn og eftir að herða tökin með Netanyahu vin sínum. En Haaretz segir líka frá því að það er ekkert láta á morðunum og þannig er hægt að sjá þessa gulu línu og allt innan gulu línunar er það sem að er núverandi Gaza. Þetta er í rauninni breytingin og það sem er gula línan í rauninni, það er núna yfiráða svæði Ísraela og ef að fólk voga sér þarna yfir til að vitja heimkynna sinna sem eru hinum megin við línuna, þá er það hreinlega bara skotið og þetta er þeir eru alveg búin að gera þetta af. Þeir eru búin að gera þetta af og gott betur. Og þetta er svona nálægt verist á myndinni nálægt að vera bara 50% af Já, það er voðalega lítið eftir að Gaza og þetta er einmitt mannréttindasamtök hafa gagnrýnt þetta víða en það breytir því ekki að Ísraelar þeir ganga alltaf bara skrefinu lengra og gera í rauninni bara það sem þetta eftir í hug, samanber að senda fólki í flugi og sé það rétt. Einmitt, og enginn tekur á móti en það má geta þessa suðurafrísk stjórnvöld og það er nú kannski með ráðum gert einmitt líka að þau eru sendið Suður-Afríku en það eru þetta Suður-Afríkubúar sem að leiða kæruna fyrir glæpadómstólum gegn Ísraelum fyrir mannréttindabrót og brot á þannig að þetta er virkilega áhugavert mál og skemmtilegt skrítið að Ísland hafi blandast inn í það með þessum hætti að hýsa síðuna utanum alla þessa svindl rúlettu. Það er ekki bara hver sem getur stofnað hlén í þetta. Já, það er vist eitthvað skúffufyrirtæki einhvers staðar niðri í bæ. Já, ég var nokkur. Þar á meðal Árvakur. Já, það var það. En hingað heim. En Björn segir frá því að Hanna Katrín, atvinnuvegaráðherra, hún ætli að sameina 3 undirstofnanir. Þetta er Matvælastofnun, Fiskistofa og Verðlagsstofa skiptavers. Hún segir þetta að sé allt stofnanir sem er að vinna við matvæli og vil sameina þær í eina stofnun. Sem kann að vera rétt. Það er ekki svo mikið vita á hvernig það er. 2 hinnar fyrrnefndu að minnsta kosti mjög umdeildar. Já, það er Verðlagsstofan sem sleppur. Ég held það. Já, það er Matvælastofnun og Fiskistofa. Og þetta er sannlega í hagræðingaskyni og það er heimildi segir frá því að sveitarstjórnarfulltrúum þeim hafi fækkað umtalsvert. Alls staðar nema í Reykjavík, Mosfellsbæ, Vestmannaeyjum, Hafnarfirði og Árborg, en þeim hefur fjölgað. Já, það eru sameiningar sveitarfélaga sem fækka sveitarstjórnarfulltrúum á landsvísu. Hins vegar þá er hún Heiða, borgarstjóri, í spjalli hjá okkur hérna á eftir við Rauðaborðið. Við ætlum að hefja Rauðaborðið á eftir á spjalli sem ég tók við hana. Og ég spyr hana einmitt út í fjölda borgarfulltrúi í Reykjavík og það verður ekki annað heyrt á henni en að hún væri áfram með að fækka þeim vegna þess að hún sér ekki ávinningin af því að hafa fjölgaði. Og minnst á nokkur tíðindi svo ræðir hún einnig svona persónulega möguleika hennar á að halda áfram að leiða samfélkinguna. Já, hún vill það og það er vist alveg á næstu dögum sem að það liggur fyrir hvort tillaga verður samþykkt
að Samfylkingin fer í prófkjör, ekki opið, heldur verður maður að ganga í flokkinn til að taka þátt í því. En það er ekki leiðtogaprófkjör eins og sumir eru ákveða, heldur það er bara prófkjör, alveg frá fyrsta og niður. Og ég sá ekki annað á henni en að henni liði eins og að hún hefði fullan stuðning til þess að verða oddviti Samfylkingarinnar áfram og borgarstjóra efni. Hún tók við 25. febrúar fyrr á þessu ári, við sem borgarstjóri. Og maður svona finnur það alveg í þessu viðtali að henni finnst hún vera rétt að byrja og hún telur að hún eigi erindi áfram. Annað sem er svolítið skemmtilegt við þetta viðtal er að ég auglýsti eftir spurningum frá almenningi og almenningur fær sérst að bauna á hana gagnrýnum spurningum það sem ég var bara svona miðill og þannig að ég mæli með þessu viðtali. Og fyrstu góð viðbröð þessu? Já, fekk bara fín viðbröð, fína spurningar og þetta er svona, þetta er hratt viðtal frekar, við förum yfir ansi margt en ég mæli með því. Já, hér eftir fréttir rauðaborðið. En á meðan að það er víða skorið niður og hagrætt þá er beðið fjármagn svo lögreglan geti vakta Alþingi allan sólarhringinn. Þetta kemur frá ríkislögreglustjóra sem að margra mati kann ekki fara með fé. Nei, þannig að þetta er þingi sem var við þetta. Já, það er þingi sem beðir og sem vitnar til ályktunar ríkislögreglustjóra. En er þetta því að maður svaf í þinghúsinu einu nótt? Já, er það ekki? Já, ætli það ekki, en það verðist nú ekki að hafa stafan yfir hætt á honum. Ég held að fólk sé nú ekki eitthvað mikið að væplast þarna nóttinni. Mér finnst alvarlegt hvað við erum að hlaða brjálaðslegum peningum í öryggisgæslu í öllum kimum sem við bara vorum áður ekki með fjárútlát. Og mér finnst þessi aðgreining og það að gefa sér allt til versta og við ætlum að eyða óbúðslegum peningum í að koma í veg fyrir að eitthvað gæti mögulega hugsanlega ef til vill gerst. Þetta er algjör sturlun. Við höfum eftir að sjá á næstu misserum eða mánuðum uppgjör til dæmis með ríkisstjórnina hvað allir þessir lífverðir og hvað öryggisgæslan kostar okkur þegar við vorum bara með ráðherrana ósköp venjulega Íslendinga fyrir bara einu korter í Sigurjón bjuggu bara við hliðina á sjómanninum og ég veit að tímarnir eru svolítið breyttir en þeir eru ekki svona mikið breyttir. Ísland er útur, Ísland er friðsælt, Ísland er öruggt. Það er eina leiðin til að ná svona að tala við Davíð. Það var að bíða eftir að hann gengi frá gengi stjórnarráðinu og í þinghúsið, það var bara samferðunum og það var alltaf mjög skemmtilegur. Einu hann var á útvarpinu og ég gekk á staur. Mittruði. Það hefði betur verið lífverðið með þér. Já, en þetta var svona. Við sem sagt bara, maður beið bara að segja hvað það farið í þing. Já, herrum má ég eins ganga með, jú. Svo spurðum maður bara og svöruð ekki. Það sem að, ég veit ekki... Þetta er verða svona alltaf lengri burtu, sko. Já, þetta er umhugsunarefni. Já, og ég hef heimildi fyrir því að meðal annars þessar breytingar, það sem að þær, svona bárum með sér er að það voru framkvæmdir við hús ráðherrana sem að tóku við núna í nýrri ríkisstjórn vegna þess að það þurfti að öryggisvæða heimilin fyrir svo fjölda. Já, heimilir ráðherran eru tekin út það er veginn og metin hætta þess að einhverju geti klifrað eitthvað upp og brotist innan Inngöngum breytt og þú veist, það fara 100 milljóna í þetta rugl. Þetta er rugl. Hvað er það að segja? Þetta er að hætti erlendra fyrirmynda. Þetta er einhver svona New York stemning. Vöktun? Allar svona rík? Já, ekki við heimilir ráðherra. Já, það er svona öryggisvöktun reyndar hjá okkur um öryggisfyrirtækjum en það er gerð svona úttekt og ef úttektin segir þessi gluggi er of það gæti ykkur skriðið inn mann ef hann væri með svona langa stiga eða eitthvað það þarf að breyta honum í Svo er þetta orðið svo fyndið. Ráðherra situr í ráðherrabíl og hann, ráðherranum dettur í huga að skreppa í bónus eða eitthvað á leiðinni og þá bara fær hann kannski að vita það að hálfu einhverja öryggisvarða að það sé nú kannski ekki góð hugmynd vegna þess að það kalli nú á einhvern ófyrirsjáanleika og eitthvað sluðs. Akkurat. Og mér finnst þetta allt hafa gjörbreyst eftir bleika glimmerið á
á öxlum Bjarna Já. Benediktssonar. Þetta er búsaldabildinguna. Nei, bleika glimmerið þetta er glimmerið á Bjarna. Bjarna Já, Benediktssonar. hann var voðalega reiður. Ég var þarna Það bara á svæðinu. virkjaðist öll elítan einhvern veginn og hefur síðan bara verið inn í bunker að hlaða á sig meir og meiri öryggisgæslu og það þarf einhver að stoppa þetta Þeir eru konið með sko svona þjálfaða lögreglum með þeim bílstjórnum. Já. Ég hugsa ykkur að vera svona hræddur við fólkið sem þú vinnur fyrir að þú þurfir einhvern veginn að byrja í kringu þig einhvers konar virki. Það þarf ekki að vera ráðherra að sé það. Hvað heldur heldur að þurfi ætlað að gera þetta? Hvað haldið að þurfi mikla skattpeninga til þess að Þú svara hlýtur ekki að þessari sagt nei. Nei, kannski er þetta bara orðið bara vinnuregla. Ég trú ekki allir ráðherrarnir núna séu bara lifandi hræddir við þjóðina. Nei, en þarna er verið að búa til svolítið þennan ótta. Svo oft borið í við að einhver hótun hafi borist og þess vegna einu sinni fengum við ráðherra hérna í beina útsendingu að kvöldlega, það voru 3 lífverðir. Já, og ég fór að reyna hérna að afla einhver upplýsingu þetta, þú veist, það var svona að gæti hafa borist einhver hótun. Ég meina bara venjulegum blaðamönnum sem eru blóðir upp yfir haus í einhverjum skítamálum, þeim bara hótað einhverjum rugludöllum jafnvel oft á ári og enginn gerir neitt með það, en það blessunlega þótt þessi blaðamenn sem að hérna bara, ég þekki það vel. Já. Ég meina, þú veist, það fari ekki allir á límingunum en ég er spenntur að hérna, ég ætla að hóta með botnunum, það er óþægilegt. Já, þetta er óþægilegt en maður lætur ekki breyta heimilinu sínu fyrir skattfé. Þetta skora á einhvern þingmann í stjórnarandstöðinni að senda inn fyrirspurn til ráðuneytanna og fá að vita hvað þessi aukni öryggiskostnaður er að kosta okkur núna. Snorri Másson, ef þú ert að hlusta. Já, ég get gert það en það er meiri líkur á að þegar þingmaður kallar eftir þessum upplýsingum. Akkurat. Herðu, en talandi ógnina sem steðjar að, þá ætlar Þorbjörg Sigríður að sauma aldeilis að glæpahópum úr öllum áttum. Og þetta finnst mér mjög áhugavert í ljósi þess að ég er hér við rauðaborðið með Fjölni Sæmundsson sem er formaður félags lögreglumanna í kvöld við rauðaborðið og við erum svo lítið að ræða þessa stemningu. Og hérna lögreglumenn er ekkert endilega sáttir við það hvernig svona þeirra yfirvöld og tala. Af því að þetta er ekki samfélagið sem að þeir sá kannski fyrir sér sem að fóru í lögregluna svona einfaldlega vegna þess að þá langaði til þess að aðstoða fólk og þú veist, hjálpa kettlingum úr tré og hérna og þetta líka því að þetta stemmir ekki alveg og hann talar, við förum víðan völl og ég hef verið mjög gagnrýnin á lögregluna og hlutverk hennar og ég held, þetta var virkilega gott spjall, þannig að ég mæli með því hér á eftir fréttum. En það var nú eitthvað fleira að vera. Samstöðin allra landsmeðana sagði frá Kristrúnar áhrifum í hneykslismálum. Já, ég skrifaði þessa frétt í dag eftir að hafa rætt við Henry Alexander Henriksson, heimspeking, sem hefur verið einn okkar fremsti maður í því að tala spillingu og siðferðislega álitamál og að byrja á því að við rættum máli ríkislögreglustjóra og þá rifjaði hann upp í þessu spjalli sem verður sýnt í kvöld við rauðaborðið að þetta sé 1 mál af 3 þar sem atburðarásin er mjög hröð eftir að einhver skandall kemur upp. Mál nummer 1 er Þórður Snær þegar Stefán Einar fær hann í beina útsendingu í spursmálum upp í Mokka, dregur fram gömul skrif og bara nokkrum dögum síðar þá bara ákveður Þórður Snær að þykja ekki þingsæti. Mjög snögg viðbrögð sem er óvenjulegt þegar kemur að einhverju svona málum. Síðan er það mál barnamálaráðherra og enn vitum við ekki fingraför Kristrúnar Frostadóttur í því máli hver þau voru eða hver mikil en hún allavega bara segir af sér bara mjög hratt og núna tekur það dómsmálaráðherra aðeins 2 vikur að ef að segja bóla ríkislögreglustjóra úr starfi, bara tala mannamál, hreinsa hana út og kæla hana og setja hana yfir á hana og hann vil meina það að mögulega sé að sé skýringin í öllum þessum málum það sem að við leyfum okkur að kalla Kristrúnar áhrif að í stað gömlu valdaflokkana sem að tók óratíma að losna við einhverja spilta embættismenn eða pólitíkusa eða fólk sem skeit upp á bak af því það var svo tengt þeim þá sé búið að setja einhver ný viðmið
sem séu líkari því sem við höfum að venjast frá nágrannalöndunum, ekki síst hinu Norðurlöndunum. Og hvað sem kann nú vera sattúrlogi í þessu, eða rétt eða rangt, þá þetta svolítið spennandi kenning ef við erum undir forsæti þessarar glæsilegu konu, Kristrúnar Frostadóttur, að sigla inn í betri, hvað maður segja, siðferðislega tíma þar sem að fólk getur vænt þess að það sleppi ekki létt frá eigin skyttu. Já, þannig að það er mitt og það verður látið svona, sæta ábyrgð, það eru engin ómissandi í stjórnmálum og það er bara mjög eðlilegt að endurnýja ef að fólki verður á. Já, og Henry bara er viss það að fólki gangi betur með því að segja af sér og það fái aftur inngöngu með það í Íslands samfélag í stað svona gömlu hugsunarinnar að ef þú viðurkennir eitthvað brot eða segir af þér að þá bara sérstu búin. Ég held að þetta sé hárrétt hjá honum. Já, ég tók næsta það nú á svona gleðifrétt úr ríkisstjórninni með atvinnuleitendur fá desemberuppbót. Það er nú eitthvað sem hefur verið talað svolítið lengi. Já. En Inga Sæland, hún undirritaði reglugerð Já, og en hún sem sagt henn er að lánast núna svolítið að uppfylla eitt og eitt kosningalófur. Hún var látið sitja svolítið á varamannabekknum fyrir sumarið og á fyrsta þingi. En þetta með lögfestingu samning Sameinuðu þjóðanna að það var fyrsta máli sem hún nefndi þegar hún hitti hinnar. Við munum það tölum við það. Akkurat, við fengum hann engu. Brosti ríkin. Já, en þetta er ekkert nema gott þetta að segja, þetta eru atvinnuleitendur sem eru ekki með fullan bótarétt en þeir fá þess að desember uppbót. Heyrðu, það er stefnu til að kjósa í Kaupmannahöfn í sveitarstjórnarkosningar í Danmörku og það sem er áhugavert hér, ég ætla nú bara að því að ég er ekkert ofboðslega vel að mér í danskri pólitík, en það sem eru svona fréttin í þessu er að vinstri flokkarnir, Enhedslisten, SF og Alternative, þeir eru sem sagt virðast vera að ná miklu, svona alveg hreinum meirihluta vinstri og sósíalískra flokka og þá án viðkomu miðjuflokkana. Samkvæmt skoðanakönnun dagsins í dag. Samkvæmt skoðanakönnun dagsins, en það þetta er spennandi. Það verður kosið á morgun í Kaupmannahöfn, þannig að við fylgjumst með því í vikunni. RÚV segir frá því að ESB fresti ákvörðun undanþágu fyrir Ísland og Noreg. Þetta er kísilmálmurinn sem ræðir. Þarna Björn Malmquist, fréttari þeirra RÚV í Brussel, hann gerði gagn, hann skúpaði þessu í morgun á RÚV og enginn veit nákvæmlega hvað það þýðir. Það er talað hún hefur sagt síðan Þorgerður Katrín að ef þetta næst ekki gegn þá ætli Ísland að grípa til aðgerða. Enginn veit hvað aðgerða, en það er að hitna í kolunum. En líka eru Íslendingar og Norðmenn að túlka þetta þannig, allar þessar frestanir, að það sé vegna þess að það er ekki einhugur innan ESB. Já, það sé verið að hlusta á svona það sem að löndin hafa fram að færa. Ég veit að Störe, hann talaði það einhvern tímann í síðustu viku að þetta væri, hann tók svona aðeins annan pól heldur en Þorgerður Katrín sem var farin að hóta lögsóknum. Hann talaði að þetta væri náttúrulega mesti misserinn fyrir Evrópu og svona ætlaði að miðla því til Evrópusambands. Hún hnyklaði vöðvana. Hún gerði það. Heyriði, það er gleðifréttir frá Noregi líka. Noregur komst áfram í heimsmeistaramótið. Þeir eru náttúrulega með bara svo ótrúlegan leikmann, hann er bara... Er það Haaland? Erling Haaland. 16 mörk í 8 leikjum í þessari keppni. Í þessari keppni, 2 meðaltöluleik. Og hann verið stundum hafa svo lítið fyrir þessu
og svo boltinn límdur hann virðist vera svo stór og styrður sko, en svo bara hann algjör snillingur sem En hann fekk, já, TV2 segir frá því að liðið hafi nú fengið, eða þjálfari liðsins hafi fengið tiltal vegna þess að það brutust út svo svakaleg fagnaðarlæti þegar þetta var orðið ljóst. Áður en leiknum lauk. Já, áður en að leikurinn var blásin af, þá þustu leikmenn af bekknum og eitthvað svona fleira lið inn á völlin og tóku að fagna en ekki leið okkur þannig við sjónvarpið í gær okkur Íslendingum sem fylgdust með okkar einmönnum en við ætlum að koma heim síðar eða ekki? Jú, við ætlum við komum að þeim síðar en hér nú mynd þetta úr þetta svona stemningin í Noregi í dag, norskum miðlum og samskiptamiðlum að þeir Haaland þarna fremstur í flokki þeir eru voðalega ánægðir með sitt þó það nú væri En það voru fleiri ánægðir í boltanum Írar og Heimir okkar Hallgrímsson landsliðsþjálfarinn sko það bara komið, sko maður til mann sem að biðja hann afsökunar á því að hafa ekki haft trú á honum, hafa verið orðað í fjölmiðlum að hann væri þetta, væri hitt og hana að það núna bara sko komaði bara í röðum til að biðja afsökunar Ég var mjög erfitt með að samgleðast þessum þjóðum, Norðmönnum og Írum þegar við getum ekki Mannlíf segir hérna frá því að það er ekkert Nei, þetta nú ekki alveg rétt Kannski erum við ekkert með þess að ekkert HM eftir klúðursleik Íslands sagði Mannlíf og var með svolítið annan tón heldur en svona meginströms íþróttafréttamennarnir síðan hefur til dæmis Kári okkar gamli landsliðsmaður verið að gagnrýna hann fyrir að kalla ekki á Gylfa hann Arnar, landsliðsþjálfara og mér finnst bara að megi gagnrýna mjög margt þótt í þessi sumpart hrifin að því hvernig íslenska liðið að þróast mér finnst margt drullu lélegt í leiknum í gær ég ætla að segja það hérna upp átt ég er ekki sammála því ég ætla bara að lifa ykkur að hafa skoðan að ég fylgdist við förum í leikinu og við erum með þetta í okkar höndum í jafnteflinu sko. Já, en hvað, það bólar ekkert á íþróttaþætti samstöðurinnar? Nei, við flytjum íþróttir 2 í mánuði, hugaríþróttir, bridge. Já, þetta er ég er á það sko. Herði, ég vil ekki að klára þetta við nú svo lítið eftir. Fox segir frá því að nú sé Donald Trump, forseti Bandaríkjanna farin að kalla eftir því að Epstein skjölin verði hreinlega bara borin fyrir augu almennings. Hann segist ekkert hafa félag. Þetta hefur náttúrulega verið út allt það varð leki þarna, það voru demokratar á þinginu sem að lágu þarna einhverjum hluta af tölvupóstsamskiptum og þetta hefur svona verið málana á samskiptamöðlum helgina en hann var svolítið flottur Trumparinn sko, hann vildi bara fara að rannsaka Clinton Já, einmitt til að beina handilinu eitthvað annað Forbes segir frá könnun sem gerð var núna fyrir helgi þar sem að það er talað að Bandaríkjamenn, þeir séu hreinlega komnir með nóg af auðmönnum og þetta sé svona, þetta er svona kveðið við nýjan tón, það er þessi auðmannapólitík og allt sem þeim fylgir, þetta er búið, þetta þykir ekki flott lengur. Yfirgangur og frekja alveg út í óendanlega. En við skulum sko enda hérna á influensinu sem leikur landagrátt fyrir Gunnar Smára sem er mögulega leikinn illa af influensunni í þessum töluðu orðum en eru þið búin að fara í sprautu? Já, ég er giftur þannig konu ég er búin að fara í sprautu gott hjör og á þeim nótum skulum við bara setja punkt í fréttir á þeim nótum að Sigurjón sem búin að fara í sprautu skulum við setja punkt í fréttinnar en býðið þið farið ekki langt því að það kemur meira það er Rauða borðið hér eftir stuttastund takk fyrir okkur Og svo fór ég daginn upp að garði með smávegis og hafði með mér fiðlunina. Skaut 2 rjúpur á leiðinni og var í garði nóttina og sló fiðlu kvöldið. Presturinn spilaði fyrir mig á flautu. Frá ómi til hljóms, ný heimildamynd eftir Ásdísi Thoroddsen, sýndi Bíó Paradís.